Nei, þetta bara allt bara, hvað þetta skemmtilegt. Það svona þegar að, Merkur líka hægt til baka núna. Það ekki eins og það var svo. Nei. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt, sérstaklega þegar við prófum þetta alveg fram og til baka, sko. Þetta bara stöndurna. Svona. Svona. Þetta gerast. Svo Mörgutrúin. Þá sjá hvað gerist. Sko það ég fá að gera þetta. Já. Við þurfum ekki að þetta fór að koma í bækurnar, sko. Þetta er operation, þetta er nefnilega góð nót fyrir bækurnar, fyrir biblíurnar, kristalla biblíurnar. Það er að vera með, það er líkt okkur. Jæja, þá þetta að gerast. Já, þá erum komin að lega fyrir. Þetta gekk á þetta. Þetta er bara, býtu. Veistu það, mér finnst mjög skemmtilegt að hafa prófað allt og allt virkaði og svo þegar á reynir. Tæknin ekki bara mjög oft þannig? Jú, þetta er svona, en við vorum samt að tala í dag hvað tæknin getur nú verið góð líka. Já. Frábær, gott að geta verið með ykkur. Já, en í dag ætlum við að það var það var kosning. Já. Og það var valið viðfangsefni hvað þetta allt sem hvað erum við að tala þegar við erum að tala þetta allt sem Já, og hvers vegna erum við að hvetja til að tengja við allt sem Já, en áður en við rúllum á stað þá ætlum við að venju að minna á örfáar hluti. Já. Við ætlum að minna að það er opið hús hjá okkur hérna í Orkusteinum á morgun klukkan 3 til hálf 6. Tökum fagnandamóttökur. Það er mikið af bæði stórum og litlum kristunum og alls konar nýjum spilum og mikið, bara svona gúmmilari, getum við sagt. Mjög góður og nærandi vörur. En svo líka verðum við á heimsljósi, ekki núna þessa helgi, heldur næstu, 14. og 15. Já. Og það nú dásamlegt að byrja helgin á því að fara í heilunarmessu í Lágafellskirkju, föstudaginn 13. Já. Og við verðum með bæði kristalla og spil og svo bara að kynna skólann. Starfsemina. Já. Og við hlökkum bara ótrúlega til og við hvetjum ykkur sem eru forvitin andleg mál, þá heimsljósamessan, bara stærsti andlegi viðburður á Íslandi, árlega í Lágafellsskóla í september. Og við hvetjum ykkur til að kíkja, kostar 1500 krónur inn og þá hafum við aðgang náttúrulega öllum kynningabásunum, það er alls konar verið að kynna alls konar meðferðir sem kostar bara eitthvað smáttri í viðbót að fara í, það eru alls konar fyrirlestrar sem eru innfaldir í verðinu, hugleiðslustundir, heilunastundir, þannig að hvetjum ykkur til að kíkja á heimsljós.is og kynna ykkur dagskrá. Já, fullt af fólki sem kemur alls staðar að landinu og þetta er bara ótrúlega flottur viðburður. Svo ætlum við minna á englareikinámskeiði sem verður í október. 8. til 10. október. Nei, ég er að horfa á nóvember. 11. til 13. október. Jú, pínu að fara að ruglast í dögunum. En það er englareiki 1 og 2 og það er bara þetta skráningar. Töluvert skráningar. Þannig að við viljum tryggja ykkur pláss á englareikinámskeið að skoða orku englana fyrir ykkur sjálf, bara ekkert endilega til að vinna mannafólk, að kynna ykkur máli á heimasíðunum ykkur. Mögnuð orka. Já, dásamlegt. En við áksefum dagsins. Já, við ætlum að hjóla á stað. Já, hvað þetta allt sem Já, af hverju svona mikilvægt að við tengjum. Við höfum talað mikið eins og jarðtengingu og tengjast náttúruverum og jörðinni og orku hennar en það er bara svo ótrúlega margt annað sem við getum tengt við og við hittum mikið af fólki og við höfum upplifað sjálfur að við tala fyrir mig þetta að vera aftengd, að vera einhvern veginn aftengd sjálfri mér, að vera aftengd öðru fólki, erfitt með að tengjast, að bara það að fara í gegnum það að tengjast, bara æfa sig til að byrja með, ekki tengjast fólki, þetta tengjast einhver öðrum, tengjast orku, hjálpaði mér í að vinna mig upp í það að fara að tengjast fólki aftur og vera kannski aðeins óhræddari við það. Já, og líka þetta með að þegar við getum ekki tengst öðrum þá miklu erfiðara að treysta.
Það Já, hefur svo mikil áhrif á traustið og líka það að finnast við vera kannski bara ein. já, sem margir eru að burðast með þessa tilfinningu að upplifa sig, að vera að upplifa okkur svolítið ein í heiminum og ein í okkar verkefnum, ein í okkar vanlíðan. Já. Og geta kannski illa treyst öðrum fyrir því að styðja okkur í gegnum, að vinna í gegnum okkar mál. Já. Og þetta er náttúrulega kannski vandamál sem við sjáum bara mikið í samfélaginu og við getum alveg vitnað í bara samfélagsumræðina sem í gangi núna eftir þessa hörmulegu atburði sem hafa verið undanfarið. Að það einmitt þetta að hvort sem eru börnin okkar eða annað fólk að finna sig óörugg, aftengd, hrædd, ná ekki tengslum við annað fólk, eru kannski ekki góðum tengslum við sig heldur. Það mikil hraði í samfélaginu, við sem kannski foreldrar og aðstandendur erum líka aftengd, erum einhvern veginn að lifa lífinu allt of mikið út af við í staðinn fyrir inn á við. Það snýst allt það ytra byrðið en ekki innra byrðið. Og þar af leiðandi verður til eitthvað svona ástand þar sem að allir eru, ég vil segja bara svolítið margir, ég vil ekki segja allir. Allir, margir eru kannski bara óöruggir og upplifa sig aftengda eina og svolítið ráðandi. Og þá kemur svo auðveldlega upp óttinn. Já. Og þá gerist alls konar sem við viljum ekki að gerist og það er erfitt að vera á þeim stað og ég held líka bara að við þekkjum það báðar mjög vel hvernig að vera á þeim stað að við hlaupum bara svo hratt að við þurfum ekki að horfa á okkur sjálfur og þurfum ekki að horfa inn á við og það er bara drullu erfiður staður að vera á. Það er algjörlega og þegar maður getur ekki sest niður með sjálfum sér á þess að þurfa að vera að gera eitthvað. Þegar maður er alltaf stanslaus að kæfa hugsanirnar sínar eða kæfa það sem hjartað er að reyna að segja, það er ekki góð staður að vera á heldur. Líka bara hugsanirnar séu alltaf í gangi. Já. En líka það að vera með svo mikið hugsunum sem við hugsum bara, þetta er eitthvað sem að þá svo mikið vils í hausnum á mér, ég get aldrei deilt í minn einu. En eitt af því sem hefur hjálpað mér hvað mest í lífinu var að byrja á að tengja við ljósverur. Byrja á að tengja við engla, að finna að þarna voru verur sem voru til staðar fyrir mig. Alltaf. Og ég held að þar hafi mín tenging styrst alveg ofboðslega mikið og svo að fara að bæta inn í fleiri og fleiri ljósverum og náttúrulega treysta fólki til að vinna með því og byrja að losa allt sem að ég þurfti að vinna í og þetta er ennþá að vinna í, við erum víst aldrei búin en bara að byrja að tengja við ljósverunar, að tengja við jörðina, að tengja við náttúruna. Þetta er svo dýrmæt tenging fyrir mér af því hún gefur mér svo mikið, af því að hún hjálpar mér svo mikið síðan að tengja og styrkja tenginguna við fólk. Og þetta er líka bara svo fjölbreytt flóra af aðstoð sem við höfum. Við höfum englana sem eru með þessa mjúku, umvegandi kærleiksorku og alltaf tilbúinu og allar þessar ljósur eru alltaf tilbúinu að hjálpa okkur við okkar verkefni. Svo hefur við drekana sem eru svona ótrúlega kröftir, samt ofboðslega kærleiksríkir. Ef það er eitthvað en maður þarf að láta gera eitthvað snöggt þá kallar maður að dreka og þeir koma bara að græja þetta, brenna eitthvað í burtu eða sama hvað það er. Svo er náttúrulega börn tengja vel við dreka, börn tengja vel við einhyrninga. Svo tengjum við náttúruverur, alls konar álfa og huldufólk og allar kærleiksverur í rauninni. En svo er líka þetta tengjast við orku, eins og orku vatns og orku elds og orku náttúrunnar, að leyfa sér svolítið að fara inn í þessar tengingar, því allt leiðir þetta okkur að því að upplifa að við erum ekki ein. Að fá að upplifa þessa samvitund, þessa heild, þennan kærleika sem hérna fyrir okkur öll, alveg sama hvort að við aðeins einhver trúarbrögð eða það skiptir engu máli. Við erum nefnilega öll tengd og sálir eru tengdar og við höfum oft heyrt talað sálarfjölskyldur, jafnvel tvíburaloga og alls konar svona, alls konar tengingar hjá fólki og eitt af því magnaðasta sem að við náttúrulega förum í gegnum í vinnunni okkar bæði þegar við sjáum fólk vera að
að tengja við ljósverurnar og að styrkja sína tengingu við aðra leið og að treysta að treysta sér fyrir öðrum, en svo alltaf fyrir kenni framhaldsnámskeið í Englaríki, þá tengjum við sálarhópinn okkar og það var að setjast niður og tengja við sálir sem eru tengdar okkar sál og við erum svo ofboðslega tengd og við höfum sama uppruna, við höfum tengst frá upphafi. Að tengja við þessa orku alveg algjörlega magnað og finna allan hennar stuðning og síðan sálarfjölskylduna jafnvel. Það þó að við séum ekki með þessar sálir mögulega í líkama nálægt okkur, að þá verður þessi tenging svo ótrúlega sterk og hjálpar oft svo mikið við síðan að tengjast fólkinu sem í líf okkar. Sérstaklega þessu fólki náttúrulega sem að til staðar fyrir okkur, með opið eyra, hefur tæran kærleika til okkar, þá erum við ekki talandi þá sem að að reyna að stjórna eða með fókusinu inn á við og reyna síðan, út á við fyrirgefðu, og reyna síðan að stjórna af því við erum stundum bara í eigin ótta að reyna að stjórna öðrum. Heldur bara þetta fólk sem getur verið til staðar fyrir okkur án þess að reyna að hafa áhrif á það hvert við erum að fara eða hvað það vill fyrir okkur. Bara verið í þessum tæra kærleika. Ég velti líka alveg fyrir mér hvar við varum stödd sem samfélag ef að við myndum frá bara unga aldrei kenna börnum okkur þetta. Að leiða þau í gegnum það að tengjast ljósverum, að tengjast öllum stuðningnum sem þau hafa í lífinu þannig að þau geti upplifað hvar og hvenær sem að þau eru aldrei ein og þau hafa alltaf stuðning. Ég velti aðeins fyrir mér hvar við værum sem samfélag ef að það væri áherslan okkar í lífinu. Það fyrir mér allavega mun mikilvægari áhersla en að þú vitir hvaða ára og klukkan hvað eitthvað gerðist í seinni heimsstyrjöldinni eða þú kunnir samþáttunar aðferðina í algebru. Þetta skiptir meira máli. Sálarheill okkar og það að við kunnum að lifa saman sem samfélag og séum tengd, ekki aftengt. Og við tökum þátt í samfélaginu, við séum ekki bara við og svo samfélagið og ég tók svo eftir því daginn þegar ég sá einhvern skrifa eftir þessa atburði sem að hafa verið undanfarið, hvað ætla forsetinn og ríkisstjórnin að gera? En ég spurði hvað ætla ég að gera? Nú þarf að fara í átak, alltaf sagt. Nú þarf að fara í átak, það verður að koma einhverja ofan og fara í átak. En við vinnum bara ekkert í þessu fyrirtæki, við getum bara gert það í vinnunni og þar getur komið eitthvað ofan. En við erum samfélag og við erum öll hluti af samfélaginu, þannig að samfélagið ég, samfélagið þú og við öll. Og þess vegna verði ég að spyrja mig hvað ætla ég að gera. Ert þú aftengd, manneskja? Ert þú í tengslum? Ert í tengslu við þig? Því að þú ert ekki í tengslu við þig og hjarta þig, þá mjög ólíklegt að þú eigir heilbrigðar tengingar við annað fólk eða við orku í kringum þig. Það mjög líklegt að þú glímir við meðvirkni, einhvers konar ótta, ekkert ólíklegt að við séum bara í bullandi vanlíðan ef við erum ekki tengd okkur sjálfum. Þess vegna erum við að sjá svona mikið af veikindum, við erum að sjá fólk bara í hrönnum, þetta í kulnum og fólk bara svona, og bara ungt fólk. Mér finnst alltaf yngra og yngra fólk að vera að örmagnast og þá verður maður líka að spyrja sig bara af hverju þetta gerast og eins og með bara atburðina sem hafa verið undanfarið, bara við verðum að stoppa. Við verðum að stoppa og bara hvernig samfélag ætlum við að vera og það einmitt eins og Alma segir, það ekki hvernig samfélag vill ríkisstjórnin og forsetinn að við búum til, heldur nei, hvað viljum við? Hvað vil ég og hver ætla ég að breyta hjá mér? Hvernig get ég svo haft áhrif með mínum breytingum, góð áhrif á fólki í kringum mig, á börnum mín, á barnabörnum mín, á vini mín, á maka minn. Og já. Algjörlega. Við þurfum að taka þetta alvarlega og við þurfum að hugsa og spyrja okkur, hvar er ég? Og einmitt ef við tengjum við þetta að vera aftengd, það alltaf leið til þess að ná tengingu aftur. Það tekur vinnu og ef þú ert tilbúin í þá vinnu, þá að gera að fara á stað.
og eins og við segjum, byrja á tengingunni við jörðina, byrja á tengingunni við ljósperurnar, byrja á að leyfa okkur að finna að það óendanlegur kærleikur þarna úti, óendanlegur stuðningur og það svo mikið af góðri og kærleiksríkri orku til í heiminum og hún miklu sterkari heldur en allt hitt. Hún miklu sterkari en óttinn. Þannig að við leyfum okkur að tengja við þessa orku og að halda áfram á því ferðalagi og vinna í gegnum vanlíðanina, í gegnum óttann og þá styrkjumst við. Þetta bara ferðalag. Þetta ferðalag sem getur verið, drullu erfitt, en það líka svo mikill ávinningur af því að fara í þessa vinnu. Og ég vil líka segja bara við þau ykkar sem að því að ég var greind með tengslaröskun út af áföllum og ýmsu, að þá stimpill þýðir ekki það að maður nái ekki tengingu við fólk aldrei aftur eða sjálfan sig. En fyrir mig var lykillinn að því að vinna og kannski sigrast á minni tengslaröskun var það að byrja á að tengjast sjálfur mér og að tengjast ljósörunum, tengjast stuðningnum sem ég hafði áður en ég gat farið að fullu og með opið hjarta að tengjast öðru fólki. Því oft snýst þetta líka óttin okkar að tengjast, alveg sama við hvað það snýst að við treystum ekki. Og yfirleitt það, eins og við höfum oft sagt hérna, að við höfum erfitt með að treysta öðrum vegna þess að við treystum ekki okkur sjálf. Við alltaf, ef við horfum á líf okkar, þá við manneskjan sem hefur brotið mest á okkur alltaf á líf. Við höfum tekið ákvarðanirnar, við berum ábyrgðina. Við getum ekki bent snarlust á annað fólk og sagt þú varst vond um mig, vegna þess að ég tók ákvörðun í bara mjög mörgum tilvikum nema náttúrulega þegar við lendum í einhverju hryggilegu áfalli. Þá tókum við ákvarðanir sem að leiddu okkur á þann stað sem við erum. En eins og þetta segja með að tengjast okkur sjálfum að mín upplifun svo að eftir því sem ég leyfi mér meira að tengjast við ljósperurnar, við náttúruna og annað, að þá tengist ég sjálfum mér meira og það mjög mikilvæg tenging og leið og við förum að tengja sjálfum okkur, treysta sjálfum okkur að þá stækkar heimurinn okkur svo ótrúlega mikið. Já, við förum að opna augu líka fyrir því að það til meira, það til miklu meira tengingum heldur en við getum talað vegna þess að við þekkjum það ekki allar sko. Og ég efast manni endist aldur til þess að tala þær allar. En lífið bara samtengt og þetta leið og við, eins og tala börnin áðan, að kenna þeim að tengja við, bara tengja við náttúruna. Ég oft komið að börnum þar sem þau bara að lemja tré eða skemma gróður eða annað og ég hugsa alltaf bara, af hverju eru krakkarnir þarna á þessum stað að þurfa að eyðileggja eitthvað sem lifandi? Og þá hugsa ég mig, hvað hefur þeim verið kennt? Þau eru greinilega ekki í tengslum við náttúruna og ekki í tengslum við sig sjálf. Af því að þeim leiðum við förum að finna þessa tengingu og við finnum að við erum öll eitt og við förum að bera allt aðra virðingu fyrir bæði því sem í kringum okkur og okkur sjálfur. Alveg samanlega. Þannig að svo getur margir verið að velta fyrir sér, ok, hvernig á ég að byrja að tengjast þessu öllu sem þetta svolítið stórt verkefni. En fyrsta skrefi myndi ég segja og að væri hugleiðsla, að fara í hugleiðslu. Það til alls konar leiddar hugleiðslur, það hægt að inn á heimasíðunni okkar hægt að kaupa hugleiðslupakka einn sem heitir undirstöður, sem svona grunnhugleiðslur, einmitt til að tengjast jörðinni, til að tengjast englum og svona fyrir þau sem hafa áhuga að prófa það. Svo líka annar pakki sem heitir tengjast náttúrunni, þar sem verið að tengjast bara ólíkum efnum eða ólíkum fyrirbærum í náttúrunni. Og það ein leið, það mikið af leiddum hugleiðslu og leiddu efni á ensku, til dæmis á YouTube, á Hay House appinu, bara mjög víða. Svo líka bara það að leyfa sér að sitja úti í kyrrð og með bakið upp í tré og leyfa sér bara að sjá hvað gerist. Bara vera aðeins að anda og tjúna út úr því sem að gerast í kring.
og það eru til, ég ætla að leyfa mér að segja, það eru til huglistur sem allir geta hlustað á. Já, Þetta bara spurning að finna það sem að hendar okkur og svo getur það breyst af því að fyrir suma hugurinn alveg á fullu og þá getur verið gott að vera með lita hugleiðslu. algjörlega. Ég á til dæmis, ég á frekar erfitt með að fara bara setjast niður og fara í hugleiðslu án þess að vera leitt vegna þess að ég bara með þannig huga að hann fer alltaf. Ég á svolítið erfitt með að temja hann. Ég ennþá að æfa mig, það kemur. En ég upplifi frekar ef ég leitt heldur en ég. Og það bara gott að fara í smá könnunarleiðangur með þetta og leyfa okkur og svo líka bara það að vera úti í náttúrunni náttúrulega eins og þú segir. Það alveg magnað. Þó sé ekki nema bara að fylgjast með fugli fljúga og leyfa hjartanu að tengjast fuglinum og bara finna, já, ok. Og maður getur fundið tengingar við allt. Og við erum öll tengt sömu samvitundinni, við erum öll tengt svona kærleiks uppsprettu sem að bjókur öll til. Já, akkurat. Þannig að við erum náttúrulega allt sem Já. Við erum öll tengt. Já. Og það magnað að finna þessa fallegu tengingu. Já. Þannig að við hvetjum ykkur bara, við hafa einhver frekar spurningar að spyrja endilega hérna undir myndbandinu og við reynum að svara ykkur bara eftir bestu getu. Ef það eitthvað sérstakt sem að ykkur myndi langa til að heyra okkur tala í miðvikudagspjallinu, skrifið það líka í athugasemdir hér fyrir neðan. Við erum alltaf opnar fyrir því að fá eitthvað áhugavert og skemmtilegt að tala Og bara endilega prófa. Já. Og eins og Hrafn segir, spyrjið ef það eitthvað. Já. Takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag. Sjáumst næsta miðvikudag.